Stopp. Ég held að sé kannski dálítið hollt að hugsa út í það hvað einelti er og þá er hollt að muna það að í einelti felst ákaflega mikil ragmennska eða heigulsháttur því að einelti orðið sjálft það segir okkur bara það að það er einhver einn sem er tekinn fyrir eða einhver lítill hópur og það er kannski ennþá skýrara ef við hugsaum út í hvað þetta heitir á erlendum málum eins og ensku mobbing. Það er gengið út frá gerendunum en ekki þolandanum. Það er að segja það er þegar hópurinn sameinast gegn einum og það þarf mjög lítinn hetjuskap til að taka þátt í slíku, hvort sem maður er beingerandi eða óbeinn með því að láta það óátalið. Þetta held ég sé dálítið hollt að hugsa út í. Það þarf dálítið þrek og þor til að taka sig út úr hópnum og neita að taka þátt í einelti. Og auðvitað lendir maður þá í hættu með að verða sjálfur fyrir einelti. Það því maður sker sig úr hópnum. Og ég held að þetta sé voðalega hollt að hugsa út í þetta. Áður en maður tekur þátt í einelti, sem maður kannski gerir stundum óvart, það er ekki hetjulegt, lýsir ekki miklu hugrekki, heldur þvert á móti, oft og einn bara hreinn og klárri ragmennsku. Einelti er vandamál.